Komið sælir og blessaðir, kæru fiskar. Fiskur minn góður, hér eru spil fyrir þig inn í vikuna. Og það er einhver erfið ákvörðun hérna sem að þú ert að díla við, eins og við segjum á góðri íslensku. Eitthvað sem að veldur þér smá erfiðleikum og þér finnst bæði erfitt að taka þessa ákvörðun og erfitt að tímasetja hana. En það getur verið að þú þurfir að fá álit annara til þess að taka loka ákvörðun. Og fyrir marga ykkar kæru fiskar er þetta eitthvað sem þið eru að reyna að forðast eins og heitan eldinn að takast á við. Það er ekki gott til lengdar og sérstaklega ekki ef þetta er tilfinningatengt, því að þá gerið þið ekkert annað en að ýta tilfinningunum bara niður í stað þess að horfast í augu við þær og vinna úr þeim. Svo er hérna þessi sterka orka áttunar sem sýnir mér að þið eruð að vinna í hlutum. Þið eru að vinna að því að koma einhverju af stað eða eru djúpt soknir í ákveðin verkefni sem að taka svolítið mikinn fókus og mikla orku frá ykkur þessa vikuna. Ætvill er það þess vegna sem að þið eruð að setja þessi mál sem ég talaði áðan á bið, vegna þess að það eru aðri hlutir sem að þið viljið klára fyrst. Það er alveg gott að blessa það, en munið það þegar að þið standið frammi fyrir ákvörðunum, þá þarf hjartað að vera með í för. Stundum þarf að taka ákvarðanir einungis út frá skynsemi, en oftast þarf að fara bil beggja. Þannig að reynið að komast að því hvað það er sem þið viljið virkilega innst inni og sjáið fyrir ykkur hvernig ykkur muni líða þegar þið ákveðið samkvæmt því. Hvort veldur sú hugsun ykkur kvíða eða létti. Getið sett upp svona pínu próf í huganum. Margir ykkar kæru fiskar eru bara mjög uppteknir í atvinnu, í vinnu þessa vikuna og þið eru eftirsóttir. Það sem þið gerið er mjög fagmannlegt og vel unnið. Þið leggið ykkur fram allt sem þið eruð að gera og gerið það vel, hvað sem það er. Hjá einhverjum ykkar getur þetta tengst því að undirbúa næsta mánuð, jólahátíð og allt sem framundan er. Mér sýnist eins og þið munu nú fara bara ágætlega út úr því að skipuleggja ykkur og svona setja í forgang það sem mestu máli skiptir. En þessa ákvörðun þarf að taka. Þið fáið hérna englaspil. Englaspilið talar að það sé gott og öruggt fyrir ykkur að taka á móti, að þiggja. Því meira sem þú leyfir þér að þiggja, því meira hefur þau til að gefa öðrum, eða deila með öðrum. Ok. Ég sagði hérna daginn í einhverjum lestrinum að það er jafn sælt að þiggja eins og að gefa. Það sem ég átti við með því er það er ákveðin kúnst fólkinni að þiggja. Þú þarft að horfast í augu við og ákveða með sjálfum þér að þú sett verður þess að taka á móti því sem er verið að gefa þér, hvort sem það er efnislegur hlutur, tilfinning eða loforð.
Og það kannski það sem að þarf til að þú getur tekið þessa ákvörðun án vandkvæða. Að taka á móti því sem að fylgir og muna þú átt allt gott skilið og þá muni leysast farsællega úr þessu öllu saman. Ok, ég ætla ekki að fara dýpra í þetta. Ég segi bara kæri fiskur, ljós og kærleikur inn í vikuna.